Hún rauninni bara frumkvöðull í þessu, þú veist, það er engin annar að æfa þessa íþrótt á Íslandi. Og það er alveg margar svona hindranir sem þú mætir þegar þú ert einhvern veginn að byrja eitthvað nýtt. Þú veist, að vera með hana sem bara einhvern svona, þú veist, sem svona fyrirmynd, skilurðu, í því að þetta er bara stelpa sem að í rauninni bara stóð upp, skilurðu, í þeim skilningi, hún bara hélt áfram. Slasast í æfingaferð út í Noregi, þar sem hún var að æfa skíði. Það bara gerist eitthvað, bara fer út úr brautinni, inn í skó, lendir á tré og bara upp frá því þá breytist allt. Fljótlega eftir þá var bara að fara að vinna í því að reyna komin heim. Og 5 dögum seinna þá flaug hún með sjúkravél og fór á gjörgæslu hérna í Reykjavík. Var bara erfitt fyrir hana að svona horfast í augu við þetta, en samt sem áður sko var hún alltaf til í að svona að prófa eitthvað nýtt. Það ákvað hann að flytja líka og ákvað að fara og æfa hjá Fannari Karvel, íþróttafræðingi, og það hefur líklega bara breytt hvað mestu fyrir hana bara í lífinu. Og hún mætti bara svona, bara eins og normal mannir gera, engin svaka íþróttamanneskja, ekkert sterkust eða besta þolið eða neitt, en hún bara vinnur meira og betur heldur en allir. Hún lætur alla aðra líta illa út. Hún getur allt, kannski örlítið lengur að því eða eitthvað, en hún bara gerir allt. Það er ekkert sem að heftir hana. Bara algjör svona baráttu jaxl og veit hvað hún á stefna og heldur bara áfram einhvern veginn sama hvað. Fyrir utan að vera bara ótrúlega venjuleg stelpa, skilurðu, sem að finnst bara, þú veist, fannst bara gaman að djamma og þú veist, hún er ekkert öðruneins eins og við hin, skilurðu.